Svo er þetta náttúrulega rosalega stórt spursmál dýravelferð af því að þeir eru margir fiskar á litlu svæði og smitálagið rosalegt og hvaða áhrif hefur þetta á náttúruna og villta-laxinn á Íslandi. Sem dýralæknir þá er þetta mikið eða stór spurning dýravelferð. Roðið eða húð fiskanna er þeirra aðal varnarkerfi, bara rétt eins og mannfólksins og það er alveg ofboðslega viðkvæmt og leið og það skaddast þá eru mjög hætt við sýkingum og bara miklum kvölum. Bara fisk eru dýr og lifandi verur og við myndum aldrei fá að búa svona með dýrin okkar eða annar landbúnaður á Íslandi. Ef þetta er landbúnaður í sátt við náttúru eins og annar landbúnaður á Íslandi þá eru þau ekki að fylgja sömu lögum og aðrir annar landbúnaður á Íslandi sko. Og ef að 20% af kindunum okkar væri ekki með húð á höfðinu þá myndum við nú ekki fá að stunda landbúnaðinn lengi sko. Roðið og bara hreistrið leið, það er alveg rosalega viðkvæmt og þau hafa miklar tilfinningar eða leið og maður skaddar roðið þá er maður að pína dýrin. Náttúrulega bara sjúkdómar sem geta borist í íslenska stofninn og haft mjög slæm áhrif á bara allt lífríkið í sjónum. Og við vitum bara ekki nógu mikið það hvaða áhrif þetta hefur og það sem við vitum er það ekki nógu slæmt. Bara það er alveg búið að sýna sig að þetta hefur slæm áhrif. Og það er einhvern veginn bara alltaf litið fram hjá því. Það er komin undirskriftalisti í gang. Ég ætla að skrifa undir, ég vona að þú gerir það líka.